Já, komið í sæl og blessuð og velkomin í viku skammtinn hér á Samstöðinni við Rauða borðið sem óvenju vel mannað að þessu sinni, þótt ég segi sjálfur frá. Við ætlum að fara yfir fréttir vikunar og tíðaranda vikunar. Við munum að einhverju leyti víkja huganum og tali okkar og því miður ekki tónum en við munum að einhverju leyti ræða helgina sem framundan menningarnótt, skemmtilegur tími og einhverju við þetta borð ætla að leggja fram, veit ég, á morgun, þannig að það skemmtilegt. En þessi fréttavika sem nú að líða, hún var að mörgu leyti svolítið drungaleg, getum við sagt, viðburðarík, býsna mikið af vondum fréttum. En við ætlum nú að reyna að hafa gleðina einhverju leyti í fyrirrúmi, enda föstudagur. Og þá ekki eftir öðru þá ekki eftir neina bíða, ég ætla að kynna þá gesti sem hér eru komnir. Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR, velkominn. Takk fyrir. Magnea Marinósdóttir, stjórnmálafræðingur, velkominn. Takk. Og Heiðar Ingi Svansson, ég spurði þig, má ég kynna þig sem bókald Bjeus? Já, gjörðu þú svo vel. Já. Takk fyrir að bjóða mér. Einmitt. Ég sagði Ragnar að fréttavekan hefði verið pínlítið drungaleg. Við vorum náttúrulega með náttúruhamfarir, við erum með hræðilega fregnir að austan og sitt hvað fleira. En sú frétt sem að kannski skók hug og hjörtu flestra landsmanna svona þegar maður spáir í það sem hefur áhrif á daglegt líf okkar flestra. Það var nú kannski bara þessi ákvörðun Seðlabankans að enn eina ferðina lækka ekki vexti. Ég held að sumir hafi nú bara lifað sumarið af í þeirri von að vextir myndu þó lækka núna, en ekki fór það svo. Og það hefur nú ekki mikið heyrst í þér núna í vikunni, sennilega ertu búin að vera einhverju fríi síðan Seðlabankinn kynnti þessa ákvörðun í vikunni. Þannig að hver eru þín viðbrögð? Já, ég var nú reyndar í Kastljósþættinum þar sem að fjármálaráðherra sagði að verðbólgan og þetta ástand væri bara okkur svona eiginlega í blóðborið. Já, varstu í þeim þætti svo. Í DNA, en það fór kannski minna fyrir tappinni mér. Minna fyrir þér. eins og gerir stundum, en jú, ég búin að vera svolítið á flakki, var nú komið frá Ísafirði í gær að heimsækja félag okkar í verkalýðsfélagi Vestfjarða, reka það verslunardeild og var nú svona bara að fara yfir stöðuna, efnahagsmálin og fleira. Við erum hluti af landssambandi verslunarmanna og þurfum auðvitað að sinna okkar hlutverki sem slíku. Já. Að vera í góðum tengslum við landsbyggðina. Já. Og jú, það rétt að gríðarleg vonbrigði en að mörgu leyti fyrirsjánlegt vegna þess að það er svona eins og að það sé eitthvað ósýnilegt samráð í gangi þegar kemur að álitsgjöfum stóru fjölmiðlana sem eru þá helstu sérfræðingar greiningadeilda bankana sem spá í spilin og allir voru þeir búnir að sammælast það að spá óbreytta stýrivexti og gengu jafnvel svo langt að þeir eru óbreyttir fram yfir áramót eða jafnvel fram í febrúar. Já, fólki sem hefur hagsmuna að hafa vaxtastig. Já, það eru svona helstu álitsgjafur og viðmælendur og það hljóta að vera ákveðin skilaboð þá einmitt til Seðlabanka sem að hefur nú svo sem ekki vikið mikið frá álitsgjöfunum, það að segja að það hefur lítið komið á óvart þegar að síðan Seðlabankinn tekur ákvarðanir og þetta er sérstakt að þegar við vorum að gera kjarasamningana núna síðustu þá var lögð gríðarleg vinna, það að segja greiningavinna áhrif bæði launahækkana og síðan aðgerða ríkisstjórnarinnar á alla þætti mögulegara þenslu áhrifa slíkra aðgerða. Og þeir voru teknar algjörlega upp að forskrift Seðlabankans og Seðlabankastjóra, peningastefnunefndar sem hafa verið eins og biluplata í að endurtaka mikilvægi þessa forsendur þess að hægt sé að lækka vexti séu kjarasamningar og þeir verði með ákveðnum hætti og verði ekki bara hóflegir heldur fari inn í ákveðin ramma hugmyndafræði Seðlabankans
og þetta voru við tilbúin til að leggja á okkur í einu öllum en síðan eins og svo sem við var að búast og maður óttaðist mjög að það yrði bara farið í stóra afsökunarpokann og dregið þá bara upp einhverja nýjar ástæðu fyrir því að hér sé ekki hægt að hækka vexti og hér þurfi raunvaxtastig að vera í hæstu hæðum og auðvitað, ég óttaðist þetta og það hvað ég segja, efnahagsmálin og stjórn, allar þær breytur sem eru í varðandi bæði verðbólgu og bara efnahagsstjórn, þær eru svo óbærslega margar að það er þetta tína nær endalaust til hvort sem þú viljið hækka vexti, lækka vexti, gera hitt eða gera þetta. Já, þú getur komið með þína eigin narratífu réttlætt. Einkaneyslan, nú var það þetta að verða oft svona kjörorð eins og núna var það verðbólguvæntingar. Fólk hefur ekki trú á því að verðbólga muni nást niður. Og fjármálaráðherra sem ég var með í þættinum í Kastljósi, hann gekk svo langt að segja að þetta væri í DNA-un okkar, við varum bara svo vönnisu og værum bara, þrælslundin væri bara innbyggð í þjóðarsálinu og bara okkar erðamengi. Já, ótrúlega ummæli. Og þegar við vitum öllu þetta að væntingarnar snúast kannski fyrst og fremst trú okkar á það hvort að stjórnmálin og þá Seðlabankinn, ráðamenn þjóðarinnar, þeir sem stýra efnahagsmálum, hafi getu til þess að ná árangri í því sem þeir að gera. Og það virðist ekki vera. Og ég hefði vonast til þess að bæði fjármálaráðherra og ríkisstjórnin og Seðlabankinn tæki þetta til sín persónulega, að ef að fyrirtækin og almenningur í Íslandi hefur ekki trú á því að þeir standi undir þessu verkefni að þá sé það rauninni væntingastjórninni og það skuli stýra þessari ákvörðun er náttúrulega bara rannsóknarefni út af fyrir sig. Já, ég held að margir hafi vonast eftir að fyrir sumarið lækkaði Seðlabankinn vexti þótt ekki væri nema bara til að koma á móts við útrétta hönd verkalýðsfélagana og þeirra sem höfðu samið í góðri trú að það kæmi eitthvað á móti. Núna þegar ítrekað veifað fingrinum framan í ykkur, hvaða mælikvarða hafið þið til að ákvarða hvenær samningar hafa verið rofnir? Forsendu ákvæðin sem að voru leidd áfram af þeim félögum sem að gerðu fyrst samninga og við fórum nú út úr því samstarfi út af því að við vildum skerpa á forsendu ákvæðunum að fara í svona hóflega samninga töldum við að þyrfti mun meiri tryggingar þar að segja við þyrftum að geta stigið inn í aðstæður bara strax í febrúar ef að færi eins og hefur raungerst að Seðlabankinn ætlar sér ekki að hlífa heimilunum, hann ætlar að fórna þeim og ætlar að verja bankakerfið og fjármagnseigendur. En við þurftum að gangast undir í það sem var lagt upp með af þeim félögum sem kláruðu. Það voru forsenduákvæði sem að virkjast eða eru til endurskoðunar haustið eða rauninni í október og nóvember 2025. Það er ekki fyrir nettur rúmlega ár sem að það gerist og alveg ljóst að fólki okkar getur ekki beðið eftir slaka af þessari hávaxtastefnu, það er alveg morgunljóst og síðan því miður eru þau forsendu ákvæði mjög veik. Það er að segja að þau viðmið, bæði 12 mánaða viðmið og síðan önnur viðmið sem að voru sett forsendu ákvæði við forsendu ákvæði sem eru þá 6 mánaða viðmið og gerir í sjálfu sér að það er alltaf mjög litla líkur á því að þau verðbólgu viðmið og þau markmið sem að þau eru að hafa náðst verði með þeim hætti að við munum geta sagt samningum upp því miður. Þannig að það sem við getum gert í stöðunni hins vegar er að þrýsta fólkinu saman, hvetja fólk til þess að rísa upp gegn óstjórn í efnahagsmálum, ríkisstjórninni og Seðlabankanum og leiða það verkefni áfram. Þannig að það verði ekki sjálfsprottið eins og í búsáhaldabyltingunni þar sem verkalýðshreyfingin satt hjá með hendur í skauti heldur
sýna það að það einhver töggur í okkur þegar að við erum blekkt, svikin, þegar það logið að okkur, ekki bara okkur heldur öllu okkar fólki sem að telja 130-40.000 félaga á almennum vinnumarkaði. Svolítið áhugavert að við höfum verið að bera okkur sama við önnur lönd og ég var nú í sambandi við félaga okkar í Svíþjóð og við erum auðvitað í góðu sambandi við okkar systurfélög, verslunarfélög, bæði til þess að fylgjast með hvað að gerast, hvernig eru launahækkanir annar staðar og hvernig gengur að bregðast við þeirri verðbólgu sem að við höfum verið að vinna bug á. Og það er alveg ljóst sko að í öllum samanburði þá eru þetta Seðlabankinn hér á Íslandi og Seðlabankastjóri, peningastefnunefnd og ríkisstjórnin algjörlega út á þekju. Ef við tökum Svíþjóð sem dæmi þá far verðbólga þar í 12,3% í ársbyrjun 2023. Stýrivextir fóru hæst í 4%, hafa lækkað núna skarpt tvisvar og eru komin niður í 3,5%. Meðalvextir á húsnæðislánum í Svíþjóð eru 4,4%, óverðtryggðir. Ástæðan fyrir að við berum saman Svíþjóð, þeir eru náttúrulega með sinn gjaldmiðil og stýra sínum málum nánast sjálfir, þó að þetta hafi náttúrulega sterkari tengsl við evruna heldur en við gerum. En að sama skapi að þá virðast þeir hafa farið svona eftir þeirri megin línu sem bæði Stiglitz, Jósef Stiglitz, Nóbelsverðlauna hafi í hagfræði og Christine Lagarde, bankastjóri Evrópubankans, hafa lagt, þar að segja, lagt að línur að við munum ekki vinna bug á þessari verðbólgu sem að hefur verið að gangi yfir bæði heimsbyggðina og til dæmis Evrópu út á stríðsátökum og heimsfaraldri og brestum í verðiskeðju og fleira. Við munum ekki vinna bug á henni með hefðbundnum stýritækjum eins og vaxtahækkunum. Og slíkar aðferðir munum bara auka á vandann frekar en hitt. Og það er nákvæmlega það sem hefur raungerst hér á Íslandi og það er svo auðvelt að sýna fram á það hvernig þessi stefna Seðlabankans hefur aukið gríðarlega á vandann bæði á húsnæðismarkaði þar sem að húsnæðisskortur og skortstað á húsnæðismarkaði hefur rifið upp húsnæðisverð sem orsakavaldur upp undir helming af verðbólgu síðustu 10 árin og síðan auðvitað líka fyrirtækin skulda mjög mikið, 3.600 milljarða að 2% aukin vaxtakostnaður, sem er miklu meira, eru bara 70 milljarðar eða meira heldur en kjarasamningarnir kostuðu núna síðustu. Ég hugsa þér. En sko, þú segir, það var logið okkur, við vorum svikin, við vorum blekkt. Og það er augljóslega allt vitlaust þarna úti. Ég fór í Sund í morgun og það voru 2 mjög virðulegar vesturbæjar frúr í heita pottinum og þeim svall svo móður. Þær voru svo heitar og voru þær að tala um sjálfa sig. Nei, þær eiga örugglega sínar fasteignir skuld litlar. Þær voru að tala um dæturnar og þær voru að tala um barnabörnin. Og við sjáum náttúrulega hvernig ástandið er núna. Það er bara nánast engin framtíð, það er engin möguleiki fyrir ungt fólk að kaupa húsnæði í þessu rugli og mjög margir sem eiga þó eitthvað í húsnæðinu sínu, þeir hafa séð þá kannski einhverja 20 milljóna sem að fólk hefur átt brenna upp í með því að lánin er orðin miklu hærri en þau voru áður út af þessum vöxtum. Og mér finnst svo áhugavert að það er ekkert samtal á milli þingmanna, stjórnmálamanna, flokkur fólksins vill neyðarlög, þeir eru svona með almenningi í liði og voru eitthvað að tala fyrir því og það er svona einn og einn stjórnarlandsstöðu þingmaður sem er í liði með almenningi, hvað það eru 140.000 manns sem að þetta geti, Já, við, sko,
félagar, aðildafélaga Alþýðusambandsins eru yfir 130.000. Já, einmitt. Ég ekki með nákvæma tölu en þetta eitthvað það bil. En líður ykkur ekki eins og það sé bara kafkaðist ástand í gangi, að það ekkert samtal, við erum föst í 9,25, ég veit ekki hvenær ætla að lækka það, eftir 2 ára eða, þú veist. Fólkið að flýja, ungt fólk að flýja hérna land og getur náttúrulega ekki fjárfest í neinu húsnæði. Við vitum hvernig vöruverðið úti í stórmarkaði og þótt að sé frábært að ein ný búð hafi komið í vikunni sem eitthvað svona þyrla einhverju til, þá vitum við bara hvað það kostar að lifa hérna. Ekki rannsóknarefni af hverju stjórnvöld komast upp með að hegða sér með þeim hætti sem þau gera? Já. Kannski ef ég aðeins kem inn í þetta, þá náttúrulega eins og vera að benda á að þú veist þetta að reyna að stýra verðbólgunni með því að nota stýrivexti og það sé aðferð sem virki ekki, að þá náttúrulega, ég ekki hagfræðingur en ég meina verðbólgan náttúrulega innflutt, hún kemur meðal annars einmitt til af þessu stríðsástandi sem búið að vera að minnast á og líka auðvitað eftirspurn sem skapast af því að hérna kemur svo mikil fjöldi ferðamanna. Þannig að þú ert að reyna að eiga við eitthvað ástand með tækjum sem í raun og veru kannski miðast meira við það að þú sért með lokahagkerfi en ekki galopið eins og það Og það náttúrulega eitt og annað að hérna, þetta minnsti sjálfstæði gjaldmiðill í heimi. Hann kostar rosalega mikið að reka hann, það búið að gera alls konar úttektir á því. Það verið að spila með hann, veðja á, taka stöðu og hagnast á gengismun. Þegar að landi eins og Noregur sem líka með sin eigin sjálfstæði gjaldmiðill fara að tala það að þeir séu með ólítinn gjaldmiðill, hvað þá Ísland. Og svo náttúrulega búið að eina leiðin náttúrulega að skipta út gjaldmiðli og eina leiðin til að fá evru að gangi inn Evrusambandi og þó að Evrusambandi sé ekki töfralausn og það eru eflaust margir kostur og gallar á slíku að þá einhvern veginn ekki hægt að held ég bara að halda áfram að reka nota þennan gjaldmiðil. Þú veist, ég held við verum aðeins að skoða svona orsaka afleiðingu líka í þessu sambandi og ég meina það bara aftur og aftur eins og þessi ráðherra var að tala þetta verið genum okkar, það sem ég myndi segja bara forsendubrestur. Þetta upplifði maður þegar maður var kynslóð foreldramanns sem tók óverðtryggð lán, svo kemur verðtryggingin og þá verður forsendubrestur hjá mörgum. Margir hafa gefni á því að borga húsnæðislánin sín og missa húsnæði. Ég meina það annar forsendubrestur núna. Og líka það að það auðvitað aukast alveg gífulega mikið eigna samþjöppun og ójöfnuður. Fyrst það náttúrulega tekju misskiptingin sem jókst fyrir hrun, svo kjölfur kemur aukin eigna samþjöppun og til að mynda og það hefur Hagstofan og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun verið að taka saman hversu margir einstaklingar og lögaðilar það einkahlutafélög og leigufélög eiga viðbótar húsnæði fyrir utan það húsnæði sem þeir búa í og 2008 var þetta 31% og núna 2023 var þetta orðið 36%. Frá árun 2000 hefur orðið aukning þeirra sem eiga viðbótar húsnæði þar sem nota ekki til eigin nota á þeir síðan 24 árum verið 82% samkvæmt þeim gögnum sem ég verið að skoða og þarna sjáum við líka hvað gerist í kjölfarið og til að mynda svona mér og svo mikið verið að slá ryk í augu fólks eins og ég man svo mikið eftir þessu eins og þú veist í tengslu við umræðu og alþingi svona eitthvað kringum 2014 í sambandi við áhrif skuldaleiðréttingar en þá hefði verið gefin út skýrsla á félagsmálaráðuneytisins 2015 sem sýndi að frá 2008 til 2012 þá var hlutfall fólks sem var á leigumarkaði búið að fara úr 17% í 25%, eitthvað svoleiðis. Og á sama tíma var talað það að skuldastaða heimilanna væri honum svo miklu betri. Eðlilega þegar þú gjaldþrota, þá skuldar ekki neitt lengur og þá náttúrulega bæti skuldastaðan. Og svona svona mikið verið að leika sér bara með tölur og halda einhverju fram að hlutinni sé að batna þegar þeir eru raunverulega að versna fyrir fólk sem þá efnaminna og samkvæmt til dæmis úttektinni sem var gerð þarna 2012 þá var þetta einkum efnaminna fólk einstæðir foreldrar og ungt fólk aldrei svona 24 til 35 ára og þetta það sem þessi foreldrar að tala um í heita pottinum og þetta að verða forsendubrestur
við hérna að minni kynslóð, ég meina þetta voru 90% lánin og þú veist, fólk var að skuldsetja sig upp í rjáfu en það var kannski skynsalast efnaðslega ákvörðun sem gat nokkuð tíma tekið að gera það á sínu tíma. En núna þetta bara orðið ómögulegt fyrir ungt fólk, sérstaklega líka út af því að þú búið að breyta þessu og núna þarfst að eiga fyrir þó nokkuð harru útborgun og fasteignaverð hækkar og hækkar. Já, og svo sko það sem þú ræðir með evru og annan gjaldmiðil og allt það eru vissulega lausnir sem að mörg okkar horfa til, en bara svona í núinu. Að sko hvað á að gera í núinu vegna þess að það bull síður á Íslandi. Ég myndi segja að meiri hluti landsmanna það bara ólgar blóðið í okkur af, ég segi bara reiði. Ég held að sko, ég hef nú lítið við þetta bæta. Þetta búið mjög áhugaverðar umræður og gagnlegt að skilja þetta betur kannski í þessu samhengi sem þið eru búin að setja hérna fram. Og það sko, ég meina, af hverju við að tala hér að ræða lausnir, skilur, meina, hvað eru við, meina, af hverju þeir sem eiga að vera með lausnirnar ekki að ræða þetta eins og þú komst inn á. Og þetta kannski, þú veist, ef maður var eitthvað gagnlegt sem maður ætti að gera, þá ætti maður í raun og veru að vera talsmaður sko barnanna sinna og talsmaður þeirra sem þetta kemur náttúrulega verst við. Þannig að við sem erum búin kannski þetta DNA sem að Sigurður talar þetta ástand sem skapað okkur, þú veist sko, hérna eitthvað eigifé og þetta býtur minna kannski á okkur miðaldra en sko ég sá núna nýlega og ég hef verið að hjálpa börnunum mínum að fara í gegnum greiðslumat og sum þeirra hafa geta keypt og önnur ekki og svo framvegis. En ég sá nýlega frétt í vikunum það að núna til þess að komast í gegnum, ég man ekki hvað forsenda voru, einhverju með greiðslubyrði þá þyrfti ungt fólk að vera með 1 milljón á mánuði. Til þess að kljúa einhverju greiðslubyrði ef þau gætu síðan áttur innborgun. Ef þetta ekki, þú veist eitthvað sem einhverju aðrir en við ættum að hafa bullandi áhyggjur af og ættu að vera að vinna í. Sko, þá veit ég ekki hvað. Ég hef ekki lausnina, en ég er sammála bara því sem að þið hafi sagt að þeir sem ættu að vera lausnar hafa þær ekki. Þetta er komið náttúrulega langt yfir. Samtal við almenning. Nei, og þetta er langt komið yfir eitthvað rautt strik. Ég meina bara ég í fyrirtækjarekstri sem þarf að gera áætlanir að taka lán, ég tók lán í fyrra í rekstur, og þá man ég hvað ég var að hugsa. Ég man ekki hvað ég var að hugsa, ok, ég tek overtryggt lán, ég þarf að þola þetta vaxtaokur hérna. Ég hugsaði nákvæmlega núna á þessu tímapunkti, næsta haust, þá verðum við farin að sjá, þú veist, það var það sem er mín plön. Og það sem maður hefur lært á, bara sem að það er eitthvað fyrirtæki eða sem einstaklingur í þessu landi, hvernig meðan aldur að það er alveg sama hvaða plön þú gerir, ekkert að þeim mun standast. Það er það sem þú veist. Og þetta er það sem kannski Sigurður var að tala með þetta DNA. Þetta er náttúrulega gríðarlega óábyrgt að fjármálaráðherra að tala svona, en þetta er kannski það sem hann er að meina. En það sem ég átta mig á, að börnin mín og næsta kynslóð, þau eru ekkert að kaupa þetta. Þau eru ekkert að sætta sig við það að fara í gegnum þetta törpalan sem foreldrar okkar fóru í gegnum og við höfum farið í gegnum. Þau eru ekkert að kaupa það. Þau vilja bara vita hvað, þú veist, að láni sem þau eru að taka. Þau vilja bara vita hvað það þýðir fyrir þeirra efnahag. Þau eru ekki tilbúin að skrifa upp á það og treysta bara einhvern veginn á Guð og gaddina að þetta muni reddast. Og þetta er komið núna og þess vegna komið þetta sem þú ert að tala um, Magni, að tala um hvaða möguleika fyrir hendi. Meina, það hlýtur að vera að þessi ríkisstjórn mun ekki leysa þetta og þeir verðast vera bara getulaus til þess að takast á við þetta. Það eru kosningar núna, kannski fyrir en seinna. Í þessum kosningum hljótu við að þurfa að takast á það hvernig ætlum við að díla við þetta. Þetta er bara svikamýla. Þetta er bara að virka bara eins og það að vera verslunareigandi og vera inn að opna verslun og síkilei, þú veist, og vera að díla við mafíuna sem stýri 40% efnahaginn. Ég er bara nákvæmlega sammála þessari orðræðu hérna hjá þér. Ég ætla kannski að út af við erum líka að tala um evruna. Það er samt ekki einhver töfralausn eins og maður segir. Nei. Út af því að til að mynda það sem er búið að vera, ég var aðeins að skoða svona rannsókn í samt húsnæðis þróunina á fasteignamarkaði og húsnæðisstefnu og það sem hefur gerst, þetta var samanburður rannsókn í 20 löndum Evrópusambandsins, það er 3 norrænum löndum og þá hefur sko þetta fyrirbæri svona viðbótar eignir, það hefur aukist en þetta er nokkur ára gömul rannsókn, það voru 50%, 30% á Norðurlöndunum, Finnlandi, Svíþjóð og Danmörku, en þá er tekið þarna inn í reyndar sumabústaðir, svo fara þær að greina meira sko, þú
með stærðina og verðmætin og sjá þetta eru stærri eignir. Þannig að sko við erum á Íslandi langt yfir þessu meðaltali. Það eru orðið 36% á Íslandi og þetta nokkur árið tilbaka 15%. En svo til dæmis í Þýskalandi, í Berlín, þar hefur hefðbundi verið sko hægt að leigja á ágætis kjörum og meira þess að ódýr leiga og þetta vita þeir sem hafa farið til Berlínar og kannski búið þar. Hins vegar þá hækkaði leigan þar 42% á 5 árum og 2001 þá fekk fólk svo nóg vegna þess að í raun og veru þá var hvati fyrir svona einkaframtaki að kaupa íbúðir til að mæta eftirspurn eftir leiguíbúðum og það var þjóðaratkvæðagreiðsla og niðurstaðan var sú að það ætti í raun og veru að gera eignanám í eigum aðila sem voru með flestar þessar íbúðir og sem hækkuðu endalaust. Þeir reyndu aðra leiðir, þeir reyndu að setja leigubremsu og leiguþak og endanum var ákveðið að gera eignaupptöku og það verður bara íbúðarhúsnæði sem eru í eigu einkaaðila sem eru með 3000 íbúðir eða fleiri. Það verður gert eignanámi og þeir fá auðvitað bætur fyrir. Það liði 2 ár og núna í lok júní þá kom dómur 13 löglærða aðila það að þetta væri lögmætt samkvæmt stjórnarskránni og það var vegna þess að almannahagsmunir sem eru í húfi, þeir eru veiga meiri heldur en hagsmunir þessara aðala sem eru fjármagnseigendur og fjárfest í húsnæði sem er eitthvað sem er lífsnauðsynlegt. Þannig að húsnæði er eins og vatn og súrefni. Já, húsnæðið, það er sem sagt aðgangur að öruggu húsnæði og viðráðanlegu verði. Þetta er hluta því til dæmis eins og Norðurlöndunum, bara það sem við skilgreinum sem velferðarríki og þetta er þú veist, og þarna er bara verið að tryggja það og út af því að þetta er að verða ófremdar ástand víða og eins og þarna og þetta er dæmum. En þetta gerð þeir og þetta er auðvitað búið að taka langa tíma og nú eftir að koma dálítið í ljós hvað verður því ég held að sé ekki farið að framkvæma þetta en þessi dómur eða þetta álit kom núna fyrir ári. Þetta er hvetjandi að heyra. En Ragnar Þór, sko, ég hitti vinafólk mitt sem er efra millistéttarfólk, bæði með 5 ára háskólanám, eiga reyndar svolítið mörg börn og börnin eru hafa dýra tómstundir. En þau voru að fara í 9 mánaða frystingu á lánum af því að þau eru bara alveg að missa allt út af þessu lánaumhverfi núna og þá segir, sko, þegar maður sér fólk þarna á þessum staði í samfélaginu vera að kikna, þá bæði verður maður svolítið reiður þegar maður heyrir seðlabankastjóra tala að hann sjá nú ekki alveg vandamálið, vanskilin hafi nú bara aukist pínlítið af því að sko eignir eru að brenna upp. Það kannski gerist áður en vanskilin stóraukast. En þegar maður sér vini sína sem hafa alltaf haft það gott vera bara að brenna upp núna, þá segir það sér sjálft að þínir umbjóðendur eru væntanlega sjálfur í þvílíku vandræðum, nánast bara að lepja dauðan og skel frá mótn til kvölds, bara spurningun lífið eða dauða og þetta spyr okkur aðferðir. Ég veit að þú hefur stundum talað þannig að við þurfum að beita róttækari aðferðum. Hvað getur þú sagt okkur svona að fari þinn huga núna? Þetta er reyni bara nákvæmlega það sem ég er að upplifa. Tónninn í fólki róðurinn að þyngjast, tónninn mun harðar í fólki, fólk einfaldlega búið að fá nóg. Eins og ég sagði áðan þegar við vorum að bera saman árangur félag okkar á Norðurlöndunum og vorum til dæmis að fara yfir þetta með systurfélagum okkar í Svíþjóð. Þá fór ég yfir rauninni bara stöðuna, þar sem að fólk hér að borga húsnæðisvexti og yfir 11% og jafnvel meira ef að viðbótarlánin eru tekin með. Fólk að borga hér yfir dráttarvexti sem eru hærri heldur en dráttarvextir vegna þess að þeir eru reiknaði mánaðarlega en ekki á ársbasis. Við erum með neyslulán, það er að segja kortalán eða skiptir korti eða nota netgíru. Þetta er komið langt yfir 20%, það er að segja árskostnaður. Og viðbrögðum sem stóð ekki á sér og það var í þeim tón sem að þið nefndu hér áðan að þetta væri bara starfsemi sem að ætti meira skylt við mafíuna á Ítalíu heldur en eitthvað eðlilegt ástand.
og ég held að það lýsi þessu svolítið best að það í sjálfu sér ekki takt að orða þetta öðruvísi en að þetta skipulögð glæpastarfsemi gagnvart almenningi í landinu. Og hvað gerir almenningur í landinu þar sem stunduð skipulögð glæpastarfsemi? Vegna þess að þetta skipulagt og þetta glæpsamlegt. Þetta skipulögð aðför og talaður krónuna hér áfram. Þetta ekki kostnaður við krónuna. Þetta kostnaður við efnahagsstjórnina, óstjórn í peningamálum. Krónan gjaldmiðill, hún mælikvarði á verðmæti, peninga sem við notum. Síðan henni stýrt mjög kerfisbundið gegn fólkinu í landinu og þetta ekki fyrsta skiptið. Við erum komin út úr risastóru bankahruni sem var bara hér fyrir einhvern 16 árum síðan, það ekki lengra, og margir sem eru bara jafnvel nýbúnir að koma sér svona þokkalega út úr þeim hryllingi og eru jafnvel að horfa fram og að missa allt aftur og fara aftur á byrjunarreit. Þetta ekki bjóðandi og ég, þú veist, af hverju þetta skipulagt? Jú, aðgerðaleysi stjórnvalda algjört. Við höfum vita af því í áratug eða meira, hér að stefna í mjög alvarlega húsnæðiskreppu. Það hefur legið fyrir og lá fyrir að ef að Seðlabanki myndi lækka vexti eins skart eins og hann gerði án mótvægisaðgerða, eins og til dæmis að tryggja aukið framboð samhliða aukin eftirspurn, draga úr eða setja hámark á lánstíma lána, gera ríkari kröfur veð og eitthvað slíkt. Það var ekkert að þessu gert. Þegar við erum með mann í brúnni sem fór í gegnum 90% lánin sem mynduðu mjög stóra fasteignabóla í kringu 2006 og var síðan helsti ráðgjafi Gamma við uppkaup á eignum til dæmis inn í Íbúðalánasjóð og af bönkunum sem voru keypt inn á hrakverði, hefði átt að vita hvaða áhrif svo skarpar lækkanir og þær voru ekki mistök. Mistökin voru engar mótvægisaðgerðir. Bindiskylda bankana, henni var breytt. Bankarnir hafa prentað hér peninga. Þeir hafa ekki verið að fara í, til dæmis, þeim hefur ekki verið beint til dæmis í átt að uppbyggingu húsnæðis. Seðlabankastjóri voru á fundi efnahags- og skattanefndar fyrir ekki alls fyrir lengu, þar sem þau beinlínis bara sögðu að það væri sérstakt markmið hjá þeim að vinna gegn þenslu á byggingamarkaði og vinna gegn uppbyggingu á húsnæðismarkaði. Þau sögðu þetta bara berum orðum og þetta skrásett og skjalfest. Þetta skipulagt. Aðgerðaleysi stjórnvalda líka þetta skipulagt. Þau lofuðu okkur Keldnaholti í uppbyggingu og hagkvæmu húsnæði árið 2019. Það land var síðan bara selt inn í betri samgöngur til þess að fjármagna borgarlínu. Það var svikið. Allar aðgerðir varðandi leigumarkaðinn, hömlur á leiguverð, sömdum og var eitt aðgerðapökkunum 2019 og aftur núna. Nú fóru lögin loksins í gegn, en það var í einu og öllu farið eftir þrýstingi leigusala eða sérhagsmuna til þess að tryggja og svo verði ekki og leiguverð mun halda áfram að fara upp. Varðandi síðan aðra þætti, hagnað bankana til dæmis, nýja lagasetningu sem undanskilur afurðastöðvar frá samkeppnislögum. KS kaupið síðan Kjarnafæði Norðlenska bara daginn eftir liggur við. Við erum búin að vera að gefa hér frá okkur leyfi til útleigu á íbúðum til ferðamanna í þúsundavís. Og það ekki hægt að afturkalla það að mati sveitarfélaga og stjórnvalda vegna þess að við verðum þá skaðabótaskyld. Sama búið að gerast varðandi fiskeldið. Þetta skipulagt og þetta glæpsamlegt gagnvart verðmætum og auðlindum þjóðarinnar. Ég algjörlega sammála. Við höfum að taka upp evru. Við höfum að skoða annan gjaldmiðil. Ég algjörlega sammála því. Og ég ekki sammála því að krónan ónýt. Ég sammála því út af því að hér okkur ekki treystandi. Hér bara mikil spilling og mikil sérhagsmunagæsla og hún of gróin inn í stjórnmálin til þess að sé hægt að taka á þessu. Við náum ekki að vinda ofan á henni einu og sér. Vegna þess, okkur ekki treystandi
Stjórnmálunum ekki treystandi til þess að fara með þetta vald. Þess vegna okkur ekki treystandi til þess að vera með eigin gjaldmiðil, bara engan veginn. Og ég segi, mun eitthvað breytast þó að við fáum aðra flokka við völd. Við sjáum hvað gerist eftir hrun. Þegar við fengum Vinstri græna og Samfylkinguna. Ég hef ekki mikla trú á því að hér verði einhverja stórkostlega breytingar á þessum þætti efnahagsstjórnar vegna þess að þessi flokkar eru með það á ferilskráni að hafa farið í einu og öllu eftir kröfum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, eftir þrýstingi frá fjármála- og bankakerfinu. Þannig að Kristrún Frostadóttir hefur ekki farið gegn þessum ákvörðunum Seðlabankans. Nei, mér finnst hún ekki hafa verið allavega ekki sýnt það, hún sé líkleg til þess að brjótast út úr þessu. Og hvað gerir síðan ríkisstjórnin eftir mistök eftir mistök eftir mistök, eða voru það mistök, ég veit það ekki, í efnahagsmálum varðandi Seðlabankan. Hún skipar Ásgeir Jónsson til 2 ára núna í febrúar síðastliðinn. Og við sitjum upp með þetta og eina sem við getum gert og við verðum bara að sætta okkur við, og því miður það eina sem við getum gert það að fara og rísa upp gagnvart þessu. Við hefum gert áður. Hvernig gerum við það? Ertu að tala um mótmælafundinir á Austurvelli eða fara að bera út fólk úr hérna húsum? Ég ekki að hvetja til ofbeldis, en þegar búsáhaldabyltingin hún var auðvitað sjálfsbrottin vegna þess að ég kallaði eftir aðgerðum eða innkomi frá verkalýðshreyfingunni sem satt á hliðarlínunni. Nú það bara verkalýðshreyfingin að rísa upp sína ábyrgð að við ætlum ekki að láta bjóða okkur þessa niðurlægingu sem að við höfum þurft að þola frá hálfu ríkisstjórnarinnar, svik eftir svik og Seðlabankanum. Og við verðum bara að boða meðal annars til mótmæla og skipulega geta bara mjög vel. Ég var líka þegar ég var að ræða við kollega mína, nú hafið örugglega einhverja innsýn inn í Norðurlöndin og þá menningu sem þar og jafnvel víðar í Evrópu, Þýskalandi og Hollandi. Hvar í óskopun myndum við horfa fram á það að almenningur á Norðurlöndunum, Danmörku, Svíþjóð og Noregi myndi bara sætta sig við það að vextir á skammtímalánum og yfirdráttum og hvað væri komin og yfir 20%, að húsnæðislánavextir myndi hækka bara á mjög skömmun tíma upp í 11-12% með tilheyrandi greiðslubyrði. Ég held að, og ég finn það á fólkinu sem ég ræði við á Norðurlöndunum sérstaklega, að þetta bara svo framandi fyrir þau. Vegna þess að þau bara vita það að fólk myndi ekki láta bjóða sér þetta. En mér finnst líka vantar svolítið, mér finnst vera meiri pólitísk umræða á Norðurlöndunum þessa stóru línu. Og hérna, það kannski líka sem vantar hér og það til dæmis eitt sem að þarf að koma, eins og ég var að tala áðan, þarf að koma á dagskrá hér bara fyrir næstu kosningar. Við þurfum að fara að takast á við þessar stóru spurningar, af því annars við bara svolítið að sulla bara í sama pottinu. Og það sem ég þekki á Norðurlöndunum fyrst og fremst í gegnum starf mitt hérna fyrir bókútgefendur og bæði alþjóðastarf á sviði bókútgáfu og eins bara þáttaka í Norðurlandasamstarfi, að þar finnst mér vera meira, ég hef hitt stjórnmálum með Norðurlöndum sem eru meira að takast á kannski við stórar menningar pólitískar spurningar af því að ég að starfa á því sviði, en ég veit að það líka verið að takast á við stórar bara hvernig bara þjóðfélag viljum við búi. Stjórnmálamenn eru meira að tala stjórnmál og megin línur í stjórnmálum. Nákvæmlega, og mér finnst líka eins og til að mynda, mér finnst einhvern veginn líka bara svona eins og við tölum eins, það var eins og þjóðarsátt náð þarna 1990 þegar allt var að fara á hliðina sem gerist reglulega, en svo til dæmis 99 það var bara félagslega húsnæðiskerfið bara lagt af með einu pennastriki og það eins og náist aldrei samstæð að standa vörð svona mikilvæga svona grunninnviði velferðarsamfélagsins og síðan auðvitað hefur það svo eru 90% lánin til efnaminni, svo verða þau boðin öllum, svo kemur hrunið, þá er orðinn overskuldsettur, þá hækka fjöldi þeirra sem eru á leigumarkaði og þeir sem eru núna á leigumarkaði, svona 60% þeirra sem eru að leigja einstaklingum, það eru ekki eignajójöfnur og samþjöppun og það heldur bara áfram og þannig einhvern veginn er bara svona
og þetta allt hægt að gera eins og ég var að skrifa í greinu daginn bara með einföldum stjórnar meiri hluta á alþingi, bara svona eiginlega rústa einhvern veginn líka bara kerfi sem að búið að byggja upp á áratug þarna með verkalýðshreyfingunni og auðvitað hérna Valdimar og fleiri svona þessum stjórnmálaflokkum sem voru á vinstrivægnum og ég meina, og hvað með til dæmis, ég meina talandi lausnir, Breiðholti var lausn, það var náttúrulega rosalega stórt dæmi til þess að leysa ákveðin húsnæðisvanda og losa og þannig að fólk kæmist líkur heilsuspillandi húsnæði og svona. Það var auðvitað margt sem var, það var ekki jákvætt að allir sem átti síðan kannski átti við einhvers konar félagslega vandamálstríði væru allir á sínum stað og því stefnum var það alveg breytt með félagslegt húsnæði og þvílíkt. En það var minnst gert eitthvað í þessum málum til þess að reyna að takast á við þann vanda sem við að etja en þessi þróun sem núna í gangi, hún í raun og veru alveg búin að vera síðan frá árun 2000 í 25 ár og nú hann að býta á einstaklingum alveg sérstaklega illa eins og þú ert að benda á sem lendi einhvern veginn í miklum vanda í hruninu og aftur að lenda í miklum vanda. Og við kemum einmitt inn á þetta mjög góða punktur. Við höfum auðvitað verið að kalla eftir þessar uppbyggingu. Ég nú formaður Bjargs líka. Við höfum verið að byggja núna, við erum búin að byggja 1000 íbúðir á 6 árum sem að ég myndi segja sem mjög góður árangur. Verkefnastaðan okkar, hún nánast að fara niður í ekki neitt. Því vantar lóðir. Okkur vantar byggingarhafa lóðir. Það nóg stoppstyrkjum. Og það sem grátlegt við þetta, borgin hefur, sem að Samfylkingin hefur náttúrulega stjórnað síðustu ár, hefur stutt mjög myndalega við okkar verkefni og okkar uppbyggingu, en það virðist ekki vera skilningur fyrir því á hvaða skala þessi vandi er. Nú í sjálfsög bara þéttingastefnan. Það ekki vilji til þess að brjóta nýtt land. Þegar Breiðholtsverkefni fóru af stað á sínum tíma, þá voru þetta 1270 íbúðir sem að, þetta var ekki stærri en það þegar það byrjaði, sem urðu náttúrulega miklu fleiri, en vandinn sem við stöndum frammi fyrir í dag á skala á við 1 milljón íbúða verkefnið í Svíþjóð 1965. Það með höfðatöluna þá og höfðatöluna hjá okkur í dag, þá værum við að tala 50.000 íbúðir á næstu 10 árum. Þetta kannski öllítið vel í lagt, en þetta skallinn sem við erum að tala 30.000 minnsta. En við erum að fara í þveröfuga átt. Framkvæmdur allstað að draga saman. Það sem við erum að byggja ekki það sem fólkið að kalla eftir og fólkið þarf. Á meðan horfum við á lögaðalega sem að kaupa og það eru væntanlega tölur sem þú þyrftir að vera áhugavert og myndir uppfæra vegna þess að bara núna síðustu 2 ár þá hafa lögaðilar verið að kaupa meira og minna upp allar íbúðir sem komin á markað. Við heyrðum 9 og 10 á einhverju tíu. Ég hef heyrt þetta, en ég hef ekki fengið þetta kannski alveg staðfest, en þetta mjög áhugavert. Þannig eru gammar að nýta sér neyð ungs fólks, ungra Íslendinga, eignalítilla Íslendinga. Þetta svo viðurstyggilegt. Og til að setja þetta í samhengi við það sem þú ert að benda á, og ég tek algjörlega undir, og við erum að bera okkur saman til dæmis við Norðurlöndin og fleira, og við höfum lagt alveg gríðarlega miklu vinnu í að reyna að koma með lausnir. Ekki bara við viljum fá byggingarhafar og dýra lóðir. Við erum að koma með lausnir varðandi fjármögnun innviða sem að sveitarfélögin standa illa undir og reyna að leysa alla þá flöskuhálsa sem þarf að leysa. Í dag erum við með það búið að brjóta niður, verkamannabústaðakerfið það var bara þurrkað út. Við erum með félagslegt stuðningskerfi inn á íbúðamarkaði mjög lítið. Ég meina félagsbústaðir eru með 3.100 íbúðir, Bjarga með 1.000, stúdendaíbúðir, hvað það 1600 eða eitthvað, ég man nú ekki hversu margar. En ef þú tekur þetta saman og setur í samhengi til dæmis eins og við Vín, 1 milljón íbúðir á því svæði í Austurríki, að þar eru 43% íbúða eru annarkvort í óhagnaðardrifnum félögum, lághagnaðardrifnum félögum eða félagslegar. Algjörlega. Og þar hefur þetta virkað mjög vel. Í Þýskumælindurlöndum og í Sviss að þá er leigumarkaður mjög virkur. Það til dæmis að koma lífeyrissjóða mjög sterk. Og við erum kannski með, ég veit ekki, 4-6% af íbúðarhúsnæði sem ekki bara
sem á þessum félagslega grunni. Og svo líka það eins og þetta að að þessi hagnaðardrifnu leigufélög, ég meina þau eru að rukka miklu hærri leigu heldur en auðvitað óhagnaðardrifin og og það ekki leiguþak, það eins og í Genf, það ekki allstaðar í Sviss en það í 2 kantónum meðlands Genf, þar sem ég bjó. Þar þurfti ég að sýna fram á ráðstöfunartekjum mínar og til leigan sem ég var með, hún mátti ekki vera meiri en 3 af mínu ráðstöfunartekjum. Og þetta hefur svona þau tilhneigingar til þess að halda niðri leiguverði, það ekki hægt að hækka það á með þú leigir og en samt verið að reyna að fara bil beggja, þannig að þetta verði ekki komi ekki út í tapi fyrir leigusala. En svona eru alls konar leiðir verið að fara eins og í Þýskalandi og Vín mjög gott dæmi og núna þegar fólk að eiginlega borga lágmarki leigu svona 40-45% af ráðstöfunartekjum, allt upp í 70% og þá eins og OECD voru að benda á það, þá þetta orðið þetta mjög íþyngjandi og svo hækkar leigan auðvitað og hún vísitölu, tengd vísitölunni, þannig að svona hjá þessum hagnaðardrifnu. Og svo líka bara, Bjarg auðvitað frábært framtak, ASI og BSIB, frá 2019, fyrst íbúðan fóru útleið þá. En svo ertu líka með eins og ég á Bríet af vegum ríkisins og það var nú fréttnæmt þegar þeir voru að leigja óhagnaðardrifið leigufélag á hærra verði heldur en markaðsvirði leigu og það var aðallega út af slæmum rekstri og meðal annars launakostnaði innan þess félags. Þannig að það var líka að regulera þetta allt saman. Bríet var til. Bríet verður til, eignirnar sem að gamma keyptu til þess að gamla íbúðalánasjóði og voru til sölu og seldar á verðum sem að við vitum bara voru algjört hrakvirði en við höfum ekki fengið kannski nægilega miklar og góðar upplýsingar hvaða eignir og það sundurlega frekar. Þetta var gert af þáverandi ríkisstjórn vegna þess að íbúðalánasjóður mátti ekki eiga og reka húsnæði til leigu. Það bara mátti ekki lögum samkvæmt. Þegar að búið að losa allar þessar eignir út þá standa eftir fullt eignum dreifðum til dæmis landsbyggðina sérstaklega sem voru í misjöfnu áskomulagi sumt af þessu húsnæði bara hreinlega ónýtt og markaðurinn vildi ekki þessar eignir, það var ekki að græða á þeim nógu mikið, þá var hægt að stofna félag og þá gat allt í einu, núna heitir þetta húsnæðis- og mannvirkjastofnun eða HMS en þá var hægt að búa til leigufélag og þá gat ríkið verið leigusali en það gat það ekki þegar var verið að koma þessum eignum í réttar hendur. Þetta þessi selektíft. Þetta þessi viðbjóðslega spilling sem svo grófin einhvern veginn inn í okkar samfélag og þegar þú hefur verið að vinna mikið til þess með leigjendum, ég og Guðmundur Hrafn hefur verið í mjög góðu samstarfi, fá fólki svolítið inn á kontortíðin, fá símtöl, fá sögunar, hlusta á þennar hrylling sem að fólk að gangi í gegnum. Það að hafa samband við okkur bara í geðsræningu. Það að fara með börn á grunnskólaaldri eða kannski að fara í 3. eða 4. hverfið á 2 árum með tilhæfandi róti fara frá vinum, frístöndum og þetta bara og síðan fæ maður þetta getið þið reddað okkur íbúð. Við vorum með 15 eða 1600 kennitölur á biðlista hjá Bjargi fyrir 1,5 ári síðan. Við erum komnar yfir 4.000 í dag. Og fólk að hafa samband við okkur. Getur þú reddað okkur íbúð? Getur þú gert eitthvað? Við erum að lenda bara á götunni sem við erum í gefni. Það húsnæðisöryggið lítið sem ekki. Líka þess að kerfi náttúrulega viðheldur. Eitt til dæmis sem er náttúrulega innbyggt í þetta kerfi til að halda fólki á leigumarkaði. Það enginn að spekula í því hvað borgar mikið að ráðstöfunartekjum þínum í leigu. Þegar þú eru greiðslumat og ætlar að kaupa og ég hef nú nýbúin að skoða einmitt svona dæmi og meira segja þó þú ættir útborgun eða foreldrar þínir ég er að tala ungt fólk sem vill komast af leigumarkaði eða það hefur náð að spara eða einhvern veginn á því nei, þá komið þak og það búið að skrifa en þó þeir ekki bíl þá eyður 80 eða eitthvað reiknilíkan sem enginn hefur skoðun á eða bara bankarnir setja þú veist þá þarftu þá búið reiknin í reiknilíkani að þú getur ekki borgað með ákveða láni
Þannig að það er betra að halda þér á leigumarkaði sem þú borgar sko, þó þú meira segja sko, þó að viðkomandi hafi sko geta borgað einhverju okurleigu, þá telst það ekkert í kreditin í greiðslumatið. Vegna þess að greiðslumat er príprógrammerað og príprógrammerað hérna þannig að það er bara basically verið að halda þér á leigumarkaðum áfram. Vegna þess að þú getur, þú veist, þó þú vildir kaupa, að þá er reiknilíkani segir bara nei. Og meira segir áborgun á lánunum miklu minni heldur en leigan sem þú ert að borga og þó að setja sína fram á þetta samræmi, það skiptir það engu máli. Heyrðu, haltu bara áfram að borga þessa leigu, þá má sé 70% af ráðstöfunatekjum þínum af því að reiknilíkani segir nei að þú getur ekki fengið lánið þó þú ættir útborgun. En þetta hendar ekki markanum. Nei, ég veit það. Sko greiðslumatslögin, þau eiga að taka tillit til sko greiðslusögu. Þau eiga að taka til þess, bara gera það ekki. Skilvíst fólk búin að borga okkur húsalegu 2 ár, það var ekkert kreditinn í greiðslumati fyrir það. Sjá hvað ekki, þegar ástandi núna hörmungurna gengur hérna yfir Grindvíkinga og við fengum eftirspurn inn á markaðin sem upp á 800.000 íbúðir. Við með Guðmundur Hrafni hjá Leigjendasamtökunum töldum yfir 2000 íbúðir sem voru í útleigu til ferðamanna hérna á bara stórhöfuðborgarsvæðinu og það var ekki talin sko Gunnar og Jónu sem er að, þú veist, bara reyna að borga lánunum sínum og þau eru að leigja út. Við talum bara lögaðila sem er ekki með lögheimili, þú veist, og þetta var bara svona gróflega skilur og þá voru Suðurnesin ekki í því eða allt höfuðborgarsvæði. Það var bara svona, bara svolítið sentral. Það hefði verið hægt að setja þarna mjög þröngar skorður fyrir þessu og kalla þessar íbúður aftur inn á markaðinn á þess að hafa mikilega teljandi áhrif á ferðaþjónustuna vegna þess að hótelnýtingin er komin undir 80% hérna í Reykjavík og undir 50% ef við tökum allt höfuðborgarsvæðið. Nei, allt landið. En það er bara ekki vilji. Það er ekki vilji til þess að setja neinar einustu hömlur á eitt eða neitt. Markaðurinn þarf bara að fá að ráða för. Svo horfum við til dæmis sem bara Barcelona. Það var verið að taka ákvörðun það að fyrir árið 2028 þá voru bannað að leigja íbúðir til ferðamanna í Barcelona. En það er búið að bannað í Berlín og það var dómsmál en það sem sagt niðurstaðan var að þetta væri sem sagt í lagi vegna þess að eins og segi það er verið að vega og meta meir og minni hagsmuni og þetta eru þessar niðurstöður. Það er þessu í flestum borgum, New York, það er sama hvert New York hefur nú þrengt til dæmis valmöguleikann mjög. Já, mjög mikið í New York. En ef við bara hugsaum þetta bara hér, þú veist, að lenda, við erum ekki bara með þennan sko viðverandi vanda á húsnæðismarkaði heldur fáið þetta áhlaup á markaðin út af eldsumbrotum á Reykjaneskaga að ekki einu sinni er hægt að sko hlaupa til að segja bara herri, nú vantar bara íbúðir okkur vantar, þú veist, það er bara að koma áhlaup þetta mun hafa, þú veist, ennþá meiri áhrif heldur en sko og nóga slæmt var það fyrir en nei, jú, það voru settar þær hömlur að það er ekki gefin út nýleyfi en það gerir auðvitað ansi lítið með stöðun eins og hún er. Þetta finnst mér mjög góð punktur. Það er náttúrulega með ólíkindum að það sé ekki brugðist sérstaklega við því áhlaupi sem kemur ofan á aðrar náttúruhamfarir sem er þessi Grindavíkurmál. En hérna Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR, ég fékk því hingað í þetta spjall á þeim forsendum að þú fengir að fara aðeins á undan hinum því að ég veit að þú ert busy. Það er nú samt aðeins að fá að rukka þig hvað þú ert að fara að gera. Ég er nú bara að fara að róta. Þú ert að fara að róta? Já. Vegna þess að þú ert að fara að spila á morgun. Ég er að fara að spila á morgun, já. Og hvað fyrir þá sem að vilja koma og sjá þið berja húðir, hvar verður þau? Herru, við ætlum að spila hljómsveitin Fjöll. Við ætlum að vera í bakgarðinum niður á Skólavörðustíg í Gullsmiðju Ófex, Skólavörðustíg 5. Ég veit. Og ætlum að reyna að fara að gera eitthvað skemmtilegt. Það er auðvitað gaman að berjast fyrir fólki en þetta er ekki alltaf, lífið er ekki bara tómleiðindi. Nei. Hvernig trommuleikari ertu? Ég er bara trommuleikari sem að elska að spila. Ég er mikla ástríðu fyrir því sem ég geri. Og Góð útrás. Já, góð útrás. Ég er með trommusett á skrifstofunni hjá mér. Lítið svona rafmagnstrommusett og stundu þarf maður bara að fá smá útrás. Ég finnst ekki að vera að taka bassan með mér og skrifstofuna. Að þú vinnur í svona umhverfi spillingar og misskiptingar og allar þessar leiðindi. En íslenski viðbjóður? Já, en íslenski viðbjóður. Þarf maður stundum að fá smá útrás. En ég skal ekki dæmi það hvort ég sé eitthvað sérstaklega góður eða ekki. En þetta er óskaplega gaman. Takk fyrir að leggja fram á menninganótt. Það er það sem að, og það er bara svo gaman að geta farið með börnunum sínum
kannski, ég næði þeim ekki öllum 5 núna, en 4 kannski. Áttu 5 börn? Já, við eigum sama 5 börn. Já. Þetta líka pínu hagsmunamál, þetta húsnæðismáli. Mér finnst það mjög góð ástæða til þess að fara fyrir þessum þætti að fara að róta. Ég lendi nefnilega einu sinni í því ég var að spila hljómsveit og Erfeis fyrir einhverjum árum síðan og það náttúrulega bara þá færi bara útluta að þú verður að mæta á einhvern tíma í rót og það er mjög þröngu skali. Ég var fastur inn á stjórnarfundi hjá Lífeyrissjóði og það má ekki yfirgefa hana því að það er að ganga á fundargerðum og ég gat ekki fengið að fara fyrr og hann dróst eitthvað á langinn og ég var að reyna að segja ég þyrfti að fara að róta. Það var ekki mikið umburlindi í þessari stjórn tíma að ég þyrfti að fara að róta sko. Og þú skilur þetta sko. Þannig að ég hljóp út af fundinum og þeir voru brjálaðir vinnu mín í hljómsveitinni og það rétt slapp að ég gat stokkið og rótað og fengið þetta litla soundtest. En þeir höfðu ekki skilning af því að ég hef verið fastur á stjórnarfundi á Lífeyrissjóði og fjármálaeftirlitið raun og veru sko að reglu fjármálaeftirlitið sem frágang á fundargerð og eitthvað sem ég er ekki að gera neitt lítið úr. Þeir voru svolítið að eyðileggja fyrir mig rockið þarna á þessum tíma. En það er gaman að segja frá því að sko þú ert trommuleikari, Magnea þú ert sellóleikari. Ég spila á selló, ég er nú ekki sellóleikari. Ég hef séð þig spila á selló. Nú, þú gerði það fallega fyrir mörgum árum. Fyrir mörgum árum síðan, já. Og þú ert bassaleikari, fyrst og fremst bassaleikari í þessu jarðlífi. Já, fyrst og fremst, já. Og ég spila hljómborð, píanó. Næst teljum við í hérna. Ef ekki bara hittast við annað tækifæri. Það var gaman að bara allt í einu bara fengið hljóðfæri. Já, það er svo alltaf að enda þetta með góðu lagi. En já, segir maður það ekki alltaf, þú veist, ég er trommuleikari, síðan er ég svona aukavinnu í verkalýðsmálum og stjórn Lífeyrissjóðum. Þetta er spurning DNA Ragnar sko, eins og hann var komið DNA mitt er bassi og þitt er hérna trommur og ekki hávaxtastemna. Nei, ekki hávaxtastemna. Það er ákveðin léttir að við erum komin upp úr umræðinni sem við áttum áðan í gleðina. Þakka fyrir samsætið og spjallið. Heiður að vera með ykkur. Þakka fyrir sömuleiðis og góða ferð bara hérna í rótið. Þú ert sem sagt afsakaður frá munnum. Þú mátt bara standa fætur og láta þig hverfa. Ég hef 50 mínútur. Já, ok, ljómandi. En hérna fyrst við erum þá orðin bara 3 eftir. Þá dettur mér í hug að næsta mál á dagskrá hjá okkur sé brennivín og þingmenn. Hvernig líst ykkur á það? Svona í beinu fram. Sko, þetta er alveg sérstakt áhugamál hjá mér. Er það? Já. Já, ok. Ég er að grínast. En hérna, þið hafa endilega ekki farið varhluta af þeirri umræðu sem varði í vikunni það að þegar Jódís Skúladóttir steig fram, þingmaður VG, og hún er sem sagt vara þingforseti. Og ok, mér er máli skylt, þannig best ég sé ekkert að fela það að ég tók þetta viðtal við hana sem að vakti svona mikla athygli en mig óraði ekki fyrir því þegar hún settist hér við þetta rauða borð á mánudagsmorgunin síðasta að talið myndi taka þessa stefnu. En eins og hún sagði sjálf, nú ætla ég bara að kasta sprengju og svo bara kastar hún sprengjunni og hún segir frá því að við þingsliti í vor hafi drykkja þingmanna farið úr böndum. Og við höfum hérna oft áður orðið vitni af því að þetta er svona mikið, þetta er kannski bara einhver gamall ósiður sko, áfengi og stjórnmál. Og daginn eftir fékk ég svo hérna borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu Mörtudóttur og hún sagði að þegar hún byrjaði í borgarpólitíkinni í Reykjavík þá hefði bara komið henni gjörsamlega opna skjöldu og það var bara áfengi við alls konar viðburði sem henni fannst ekki meika neitt sens að það væri verið að veita áfengi. Þannig að svona mér langar, byrjum á þér, þú ert stjórnmálafræðingur, getur verið að Íslendingar hafi setið eftir þarna í einhverju menningu, til dæmis þegar ég byrjaði sem blaðamaður þá var alltaf áfengi á blaðamannafundum, einhvern dytti í huga áfengi lengur á blaðamannafundi. Getur verið að stjórnmálinu á Íslandi hafi setið eftir á meðan hérna við svona breyttumst á öðru sviði? Já, hérna það er náttúrulega, þú veist eins og í skólastofum, jáfnvel í Danmörku, þá hérna, og eins og Íslandi, ég menna það var reykt inn í skólastofum og svo var farið að reykja utandyr og svo allt í nú voru reykingar gerðar útlægar og auðvitað hafa komið sko svona upp óhefli dæmi áfengisneyslu þingmanna, ég menna Sigmundur Ernir átti að vera hérna, ég veit ekki hvort muni eftir því þegar hann fór í ræðustól og minnskosti var talað að hann væri drukkin eða undir áhrifum, saman gerst með Ásmund Einar í flugvél og hérna, já og hann sagðist að það hafa orðið veikur en ég veit svo sem ekki það en hérna
í sambandi við Við þekkjum klausturmálið. Já, klausturmálið. Þá stóð yfir þingfundur. Og þeir sitja á sumbli. Þeir sitja hauslausir og segist ekki, vörn þeirra sumra var ég man ekki eftir þessu. Já, ég man ekki eftir nákvæmlega. að hafa sagt þetta. Og þetta kannski snýr líka dálítið að þessu sko, eins og svona umræðu sem hefur komið upp eins og til dæmis nákvæmlega eins og með klausturmálið og kynferðislega áreitni og þvílíkt þegar það sko einhver viðburður sem tengist vinnunni samt utan vinnutíma og það áfengi haft hönd og þá hvort þetta eitthvað á ábyrgð vinnustaðarins eða ekki. Þannig ég held að svona þegar upp staðið þá þetta bara auðvitað sko vita allir að áfengi hefur áhrif á dómgreind þegar fólk eru sérstaklega þreytt að áfengi fer mjög misjafnlega í fólk. Það getur alls konar gerst. Þú kastar svona, þetta getur verið dálítið rússnesk rúlletta. Og akkur að drekka áfengi á vinnutíma bara fyrir ekki á þau? Já, þannig að þetta náttúrulega bara spurning sko stefnu vinnustaðarins. Þetta svona fyrirtækjamenning. Og fyrirtækjamenning og svona, og þú veist, og þegar að síðan allt búið og fólk búið að leysa sínu verkefnum, jú, þú veist, þá ég meina hefðbundi þá náttúrulega hef ég ekkert haft neitt á móti því að sé einhver móttökur á því líkt. En þú veist, ég vann náttúrulega á Alþingi, á Alþjóðadeildinni á sínum tíma, það voru engin svona vandræði í tengslu við þetta, en nema einu sinni, og ég segi ekkert hver það var eða hvað það var, en ég þurfti að bjarga þingnum til lögreglu og það var orðið svo drökin og lögreglan ætlaði bara reynilega að handtaka hann. Var það þá fór hann út og datt eða eitthvað? Ég ekkert að brjóta neitt trúna, ég ekki að segja hvert það var eða í hvað samhengi þetta var eða hvernig þetta gerðist eða neitt slíkt, en vissilega auðvitað getur þetta haft mjög óheppileg áhrif. Ég meina, það var líka, já, þannig að eins og ég segi, þetta auðvitað fyrst og fremst spurning, auðvitað fólk takja ábyrgð á sjálfum sér og líka vinnustæði takja ábyrgð á sínu vinnustað og það ef að fólk ennþá í vinnu og það boðið upp á áfengi, þá getur það náttúrulega vissulega haft áhrif á frammistu fólks og framkomu og þvílíkt og þá það auðvitað vinnustæðans að taka ákvörðun það hvort það vill það sko í raun og veru skapa svona forsendu fyrir því að eitthvað getur hreinlega að fara úrskeiðis bara einfallega út af því að áfengi í boði. Hugsanlegt að eftir 10 ár þá skoði einhver þennan þátt og honum finnst rosalega fyndið að fyrir 10 árum hafi bara pólitíkusar verið að snafsa sig áður en þeim fór í ræðustól ég held það sko, alveg svo með reykingar ég meina, maður man alveg sjálfur hvernig þetta var, þú veist eins og í háskólan það var reykt á kaffstofunni 8, svo máttu reykja í andirinu, svo varst að fara út til þess að reykja, þú veist að verða og ungt fólk í dag, mjög mikið ungu fólki það ekkert að neyta áfengis, það skemmti sér án áfengis og það svona viðhorf held ég bara búin að breytast alltaf gagnvart svona áfengis neyslu og hvar þá heima og hvar ekki sko. En ég hef í sjálfu sér engar sterkar skoðanir persónulega á því sjálf ég svo sem ekki leita henni heldur en ég hef bara hins vegar auðvitað þú veist í tengslu við mína vinnu líka horft upp á svona hvernig áfengi getur haft áhrif sko. Ég held að þetta sé eitthvað sem að ég held að þetta sé spurningum vinnustaðamenningu og þannig greila svona einhver ómenning og það engin maður ekki sem tekur á þessu, ég meina í fyrirtækjum í dag eru allir að marka sér bara ákveðna stefnu í þessu og þetta bara fyllt bara ákveðnu prótokóli og það kemur líka náttúrulega fram eins og út að benda á með yngra fólk og mér þá til þess minnist að tala Sönnu Magdalenu þegar ég var þáttakandi með í besta flokknum og var starfaði með þeim í 4 ár í borgarstjórn og það var eitt sem þess blöskraði þar af því þar voru nú margir meðal hans ég sem ekki drukku og blöskraði til dæmis bara skortur af framboði óáfengum drykkjum sem er orðið miklu meira núna heldur en þá og eitt af því sem til þess var breytt og ég held nú bara einlega Jón og Björn Blöndal hafi átt frumkvæði því að það gott alltaf treyst í að það var boðið allan upp á ginger ale það var ekki bara boðið upp á vatn og hvítvín og rauðvín og boðið alltaf upp á ginger ale og það kom til dæmis í gegn þannig að þarna var að reyna að breyta menningu það var ekki verið að þú veist að hætta að veita áfengi heldur að breyta einhvers konar menningu
og ég held að þarna þurfi líka bara fólk svolítið bara að taka sig saman í andlitun og segja þetta auðvitað ekkert boðlegt, þú veist, bara, og þetta bara eitthvað sem að, þú veist, basically þyrfti bara fólk að skrifa undir eitthvað sáttmála, þú ert auðvitað ekki drukkin í vinnunni og ef við tölum svona tíman á ták, þegar ég alveg upp á Akureyri og Akureyri okkar tíma, þá man ég til þess eftir ákveðnum bifreiðaverkstæði sem var ekki mjög gott að fara á eftir hádegi á föstudögum, af því þeir byrjuðu alltaf í hádeginu og þetta var bara vitað og þetta var svona, en auðvitað var þetta síðan komið einhver önnur kynslóð þarna inn og segi bara, heyrðu, við getum ekki farið að rekka bifreiðaverkstæði hér og hér er allir blind fullir bara eftir hádegi. En talandi úrval, þið sjáu líka úrvali núna af einmitt óafengu freyðivíni og hvítvínu og bjórum sem eru núna í búðum vegna þess að sko fólki finnst kannski bragðið gott og það er stemming af freyðivíni og svona en það er kannski skála sko, fagnaði góðri vinn og eitthvað svoleiðis. Og ég hef alveg gert þetta, ég hef keypt svona óafengt freyðivín og farið með eins og þeirra ammæli og bara á vinnutíma en það, þú veist, það er óafengt en það er bara stemmingin í kringu það sko. En mér finnst þetta kalla á það, mér finnst eiginlega svo pínu dularfullt hvað þingmenn sjálfur hafa lítið verða að ræða þetta. Ég meina, þú veist, mér finnst einhver að segja, heyrðu, hættin og þessu rugli og hérna, Guðspannum ekki vera að gefa færi á því að vera að tala. Þetta er bara eitthvað sem fólk á bara að segja bara, heyrðu, þetta er eitthvað tíman á táknum, þetta er einhver ómenning sem hefur bara viðgengst eða verið eitthvað skjallbandalag það að takast ekki á og nú tökum við bara á þessu og hættum þessu og þá getum við farið að ræða eitthvað annað hér og gaglara heldur það þetta þingmenn eru drukknir hérna. Þetta er svolítið skemmtilegt Já, en svo er líka kannski eitt heldur sem maður má ekki gleymast og nú er svolítið blörrast líka kannski meira gerist í COVID mörk á vinnu hvenær ertu í vinnu og þau eru að vinna heima, fjarvinna og hvenær ertu í vinnu og hvenær ertu ekki í vinnu og fólk er sjálf kannski eitthvað að flytja þessi mörk og réttlæta það að þegar þú ert einhvers staðar sko þing langt fram á kvöld og eitthvað á sig réttlæta þetta að fara eitthvað bara að þú sért ekki í vinnu en einhvern veginn gleymir því að síðan þetta stimplaði inn í vinnun og greiða atkvæði og er kannski, þú veist, þetta er auðvitað ekki í lagi. Og það er líka svona kannski það sama gildi fyrir alla, það er náttúrulega nokkuð ljóst að ef þú ert eins og ég veit nú bara mann sem var mikið að mæta í vinnuna drukkin og auðvitað fekk hann tækifæri til að fara í meðferð og þvíumlíkt og koma aftur vinnu en hún var líka bara gerð grein fyrir því að ef þetta hætti ekki þá er það rekin á endanum, fengi bara áminningur og þvíumlíkt og þannig að það kannski verður að gilda alltaf jafntum. Við getum ekki verið að setja svona alkoholmæla við afgreiðslutakkan eins og mér skilst að sé eins og komið í rútur núna. Það var einhver að segja mér frá því, hann var erlendis í hópferð og þar var rútubílstjórinn þurfti að blása í túðu og gæti ekki sett bílinn í gang. Þetta er bara öryggistæki. Menn að við getum sett svona túður kannski við atkvæðagreiðslutakkana þannig að þú þurfur að blása í gegnum það til þess að geta fengið að greiða atkvæði. Guð minn almáttugur, þetta minnir mig á því ég var næturvörður á hótelum hérna austur í minnir mig á því ég var næturvörður á hótel Reynilið austur í Mývatnssveit sem krakki og hérna bílstjórarnir voru kannski með Smirnofflöskuna klukkan 3:30, 4 miðanótt og svo voru það komnir klukkan 7 með 40, 50, 60 farþega að keyra yfir Sprengisand og maður bara, Jesus Christ, á ég að hringi í lögguna eða hvað á ég að gera? 10 ára? Nei, varst það? Þetta hringdi enginn í lögguna en hérna en einmitt bara svona dæmi gamlan ósið sem hefur væntanlega mikið til lagst af í ferðaþjónustunni og af hverju skildi þessi gamla úrelta menning ekki líka breytast. En Jódís hefur sennilega skemmt partíði svolítið fyrir þingmönnum því að ef maður væri sjálfur þingmaður og manni fyndist gott að fá sér í staupinu, bara slaka aðeins á og svona, þá væri maður kannski ekkert að hvetja til breyttara hegðunar á þessu sviði. Þið voru að segja að það hefði lítið farið fyrir viðbröðum þeirra. Þeir komu aðeins á minn vegg af því að ég var nú kannski upphafsmaður þessari umræðu með að taka þetta viðtal og það sem kom út úr því var eiginlega alveg kostulegt sko, að hérna, það mátti á þeim sumum skilja að það væri bara stór frétt að það væri allt í lagi með suma. Já, akkurat. En hérna, ég ætla líka að fara aðeins í sko, það fer nú að síga á seinni hlutan hjá okkur, hún var svo viðamikil þessi húsnæðis og vaxta umræði hjá okkur sem ég er samt mjög ánægður með að við tókum með þeim hætti sem að við tókum og ég er ekkert hlutlaus þáttastjarnandi hér hæverskur, ég er bara reiður eins og hérna svo margir aðrir og reiðin hún kemur út af ótta sem tengist framtíð
barnan okkar að mjög miklu leyti og ég skil ekki af hverju þetta mál ekki, af hverju við erum ekki að ræða það frá morgni kvölds hérna. Mér finnst það svo alvarlegt. Nei, og líka bara eins og þessi rannsókn sem var gerð daginn og auðvitað, og hún kannski auðvitað staðfesti bara það sem hefur komið fram í sambandi við sko andlega og líðan kvenna sem eru hérna í láglaunastörfum og það svo mikið sko það er svo ef þú ert ekki með húsnæðisöryggi og ert á vergangi og ert með börn þá þetta svo mikið óöryggi og þetta svo kvíðavaldandi og þunglyndisvaldandi og heilsuspillandi og svo ótrúlega margan hátt. Það svo ómannúðlegt. Og maður langar í svona samfélagið sem svo ríkt og sko að það sé hægt að gera betur og maður veit að hægt að gera betur og svo að mynda svona eins og ég segi á sama tíma svona auðstjætt og aukin og augnur og eigna samþjöppin núna fréttir eins og ritstjóri Ingibjörg hérna Dögg ritstjóri Heimildarinnar að skrifa svona auðstjættina og líka bara þú veist þetta unga fólk sem orðin svona arftakar hérna auðsins sem var hérna þessi sameign þjóðarinnar fiskurinn í sjónum búin að skapa bara ákveðni stjætt. Ólígarka? Já og þetta orðið eign og hún erfist á milli kynslóða. Það deilt hvort þetta eign eða ekki? Já, ég veit það, en í praktist það þannig. Þannig hefur þetta verið meðhöndlað af skattinum og af stjórnvöldum og þetta hefur látið þróa svona og hérna þó þið hafa aldrei mýs í hérna Saltansjó og þetta bara svona svipað þegar þú leifir svona þróun að halda svona áfram og gerir ekkert til að stemma þetta af þá náttúrulega auðvitað á endanum verður einhvers konar þú veist, þú þarft að bæta fólki tjónið, þú veist, það einhvers konar, þú ferð einhvers konar skaðabók eða skildu, ég menna eitt af því sem var hérna í þessu lögfræðilega áliti í Berlín var að það þyrfti auðvitað að bæta þessum íbúðareigendum hérna upp þetta, en það var samt sem áður verið að tala það að það gæti verið undir markaðsverði út af því að fasteignaverðið líka orðið svo gífulega hátt og ýmislega svona, þú veist, þannig stæðið samt ekki skuldir og eftir og því líkt og þannig að, þú veist, þetta líka bara eitt af þessum málum. Ég meina, nú til dæmis kvótaeigandi sem bara, þú veist, á miðbæ á Selfossi og ég meina allar eignirnar og þetta verður bara, þú veist, skapar tekjur bara fram á milli kynslóða. Í sama sveitarfélagi held ég að Heimildin hafi fyrst greint frá því að bæjarfulltrúi fékk tilboð þar sem hérna sem sagt fyrirtæki vildi greiða honum fé fyrir að hann myndi selja hús í miðbænum í ákveðna átt þannig að sko svo grímulaus spilling sko. Þetta nú ekki nýtt náttúrulega hér og þetta náttúrulega bara hluti af því sem við vorum að tala á náttúrulega mikið nálaði hérna það náttúrulega, þú náttúrulega skildur náttúrulega hérna öðrum hverju manni og náttúrulega mikil tengsl og þetta sko þetta ógegnsæi hérna sem á milli stjórnmála og svona blörraða línur sem náttúrulega svona bara auðvitað skortur á betra siðferði þú veist að sé svona dregna svona hreinar siðferðslega línur á milli þú veist sko stjórnmála og líka þá bæjar hérna á sveitarstjórnarstiginu og síðan hagsmuna þetta ekki hérna það ekki nóg mikið gegnsæi í þessu og við þó að það sé komin einhver reglur með hagsmunatengsl og hagsmunaskráningu þá vitum við náttúrulega það og vitum það líka sem að náttúrulega ólust upp í litlu bæjarfélagi þannig að þetta samspil á milli pólitíkur og hvaða ítök haldið þið á okkar tímum sem hérna alls upp á Akureyri hafi verið á milli sambandsins og þeirra sem stjórnuðu því og sínu tíma á bæjarstjórnar Akureyrar eða þeir sem voru náttúrulega útgeð líka þetta er bara samtengt ég meina núna náttúrulega þetta þannig að Róbert sem á Siglufjörðu auðvitað kvartar yfir því að bæjarstjórnin sé ekki að vinna í takt við það sem hann vill sem á náttúrulega heldur raun og veru rosa stórum hluta af þessu sveitarfélagi þarna kominum með fjárfestingu eina hendi. Já. En þú ekki heyrt Þórólf á Söðakróki kvarta neitt undanfæri, þetta allt komið til hans. Nei, hann búinn að búa til líka fullkomna plan sko, hann getur farið að kenna þetta bara hérna víðar hérna í gömlu
en Austur-Evrópu held ég. En eitt í sambandi við líka lög þú veist að þú þarfst að gefa upp sko hagsmunatengsl og þannig sé þetta komið veg fyrir hagsmunaárekstra. Það hins vegar ekkert kveðið á þau lögum hvað á að gera ef að verða hagsmunaárekstrar. Og og ef að það ekki kveðið á það, hvað þýða þá þessi lög? Og þannig að það þarf auðvitað að vera eitthvað, þarf ekki að vera eitthvað svona ferli sem fyrir gáð. Skrifa bara tekið til háls einhvern veginn. Maður spyr sig, en þannig að það er líka... En eitt umræðefni áður en við förum út í föstudaginn og menningarnóttina og helgina og sama skítaveðrið og búið að vera í allan dag. Verður ekki bara að fara norður helgina? Ég býtt mér skilur þessi enn verða þar. Nú, úrkoman á Siglufirði, hún er eitthvað episk. Já, þar er flæðir inn í alla kjallara og allt svoleiðis. Við getum tekið klukkutími umhverfismálin og veðrabreytingarnar og öfgarnar, hvernig það er allt að gera. En langar aðeins að fara með eitthvað bara örstutt í lokin, fá afstöðu ykkar til þeirra umræðu sem ég hefur orðið þessa vindmyllugarða, eins og áhugavert að ég á sjálfur í dálítið vandræðum með þetta allt saman og hvað finnst ykkur það? Ég hef aldrei skilið, ég er þarna kannski einhverstaðar svona á milli. Mér finnst þetta að vera svona dæmi, bara almennt bara orkunýtingu, eða það eða skortan. Mér finnst þetta að vera svona dæmi það sem að við erum í einhverjum skurðgröfum. Við erum ekki að ræða einhverja lausnir. Sko, það er alveg ljóst að þessi umhverfisvæna orka sem við erum að gera hér, og ég held að ég sé búin að ná góðum tökum með umhverfismati og annað að reikna út hvað þessar virkjanir kosta og allt það, en sko ég held að við gerum okkur ekki grein fyrir því í samhengi til dæmis við löndin í kringum okkur. Hversu gríðarlega verðmæti það eru hérna hjá okkur að geta virkja svona eins og við höfum verið að gera. Og bara svona eitt dæmi sem ganni að það er einkavirkjun í norður í Dalsmyn í Hnjóskadal við bæ sem heitir Hóll. Og ég þekki aðeins til og ég veit að það eru einkaaðilar, eitthvað Arctic Hydro held ég, sem að annað þessu virkjun. Þetta er gamall draumur hjá syni bóndans á næsta bæi á Skarði að virkja akkurat eins og þetta er gert. Og ég keyrði þessari virkjun og hún sést ekki, það sést bara stöðvarhúsið niður við veg, en ég keyrði upp að henni og skoðaði í raun og veru, þú veist, og var að velta fyrir mér. Þarna er ónýtt afrétt. Það er náttúrulega ekki skortur afrétt þarna, það er náttúrulega ekki sauðfé lengur og þetta er í svo miklu flúkti við náttúruna, þetta er svo miklu harmoníu við, þetta er eilíða vél í gæsalöpum sem að mun skaffa orku, umhverfisvæna orku næstu svona 30-40 ára án þess að það þurfi mikið og þessu bara fjarstýrt bara með myndavélum og stýrt einhvers staðar. Og væntanlega langt undir 10 megavöttum þannig að hún þarf ekki að fara umhverfisvænt. Algjörlega. Og mér finnst við vera, sko áðurinn förum að tala vindorku og af því að það er svo mikil umhverfismengun, sjónmengun líka og getur verið hávaðamengun og annað. Af hverju erum við ekki að ná einhverju betra samkomulagi það og komast að því, þú veist sko, við þurfum að miðla hér einhverjum málum. Það þarf, þú veist, besta leiðin held ég er að virkja fallvötn til þess að byrja með og við getum virkjað meira fallvötnum. Svo komum við líka með umræðan, að mínu vati, svo komum við líka því. Er það gott businessplan að vera seljan til gagnaverum sem að grafa fyrir rafmynd? Það er kannski næsta mál. Og mér finnst að við eigum eftir svolítið að við erum svolítið einhvern veginn að gefast upp á því. Við erum bara, þú veist, annarkvæmt erum við umhverfissinna sem vilja bara ekki virkja neitt. Síðan eftir með einhverja, þú veist, sko, einhverja hinum einn sem að nenn ekki að hlusta á þessu umhverfissinna, finnst þetta bara eitthvað rugl og vilja bara virkja sem mest. Einhvers staðar á miðri leið. Hljótum við að geta fundið einhverja leið til þess að virkja meira heldur en við erum að gera. Og að sjálfsögðu erum við þá meðvituð það að taka eitthvað land. Þú veist, sem að fer undir miðlunarlón og svo framvegis. Ég held að við þurfum fyrst að gera það. Mér finnst einhvern veginn, mér hrýst nú svolítið hugur við sumt af þessum, auðvitað veit ég sumt af þessu hryllingsmyndir sem eru verið að setja upp á þessum vindorkuverum. En erum við virkilega komið þangað að við getum ekki fyrst klárað að leysa úr því að virkja frekar fallvötn áður en við förum að gera það. Magna, sá ég ekki í vikunni bara grein frá þér á Vísi þar sem þú varst meðal annars eitthvað að fjalla þína sýn? Jú, og ég náttúrulega, sko, vill bara í fyrsta lagi taka undir
það sem þú segir, vegna þess að ég er sammála að þetta ekki endilega alveg svona svart hvítt. Ég meina við erum að virkja fallvötn, það voru bændur í Mývatnssveit þaðan sem þú kemur, sem björguðu Laxá. Með dínamíti sem stálu frá virkjunaraðilanum sjálfum. Akkurat. Hvað segirðu? Með dínamíti sem stálu frá virkjunaraðilanum sjálfum. Nákvæmlega. Mjög áhugaverð. Og ég held að það sé bara engin sem að vill sjá virkjun þar í dag. Og ég held að þetta sé kjarni málsins, vegna þess að það sem ég kannski var að skrifa dálítið í þessari grein sem lítur dálítið að því hvernig ákvarðanatakan vegna þess að eins og það hafa til dæmis, það hefðbundið svona litlar bændavirkjanir út all land. Það er einhverju bæjarlækir og þetta er lítið virkjun og hún framleiðir rafmagn fyrir 1, 2, jafnvel 3 bæið, svona svipað og þú ert að lýsa. Og veldur ekki mikill röskun og þeir tengist ekki kerfinu, utan kerfis. Og sem bara allt í fína. En málið það til dæmis að eins og með vindmyllurnar, gífurlega mikið sjónmengun af þeim. Það búið að það liggi fyrir eins og með spaðana, þú veist þetta mengar, það koma plastagnir og menga jarðveginn. Þetta hefur áhrif á fuglalíf, ég meina eins og það að eigi að reyna að halda haferninum frá með því að nota hátíðnihljóð, þú veist það eru öll dýr sem heita hátíðnihljóð, mér finnst þetta bara að vera pyntingar ég meina hvernig myndi okkur líða ef við varum með hátíðnihljóð í eyrunum alla daga og þannig að þetta eru 35 kostir, þarna eru erlend fyrirtæki komin inn að skoða og gera umhverfismat, meðal annars líka íslensk dótturfyrirtæki eins og fyrir Melrakkastéttinu, það sem er franskt fyrirtæki, íslensk dótturfyrirtæki, búin að gera umhverfismat síðan árið 2020 og og það sem að þegar ég fór að skoða þetta að þá er það þessi svona lýðræðishallinn við ákvarðanatöku sem eru óafturkræfar eða mjög erfitt að snúa tilbaka í raun og veru nema þá með miklum tilkostnaði og hugsanlega einhverjum skaða og þegar ég fór að skoða til dæmis tillögur starfshóps vindorku og eins þessi drög að stefnu sem eru búið að leggja fram þingsályktun stefnu í vindorku þá til að mynda er náttúrulega verið að tala um það að það ekki undanþágu fyrir virkjanir sem eru á svokölluðu röskum svæðum og þá eigi bara og mér finnst vera að slá ríki augu fólks þegar að vera að segja að þá eigi þetta að vera lýðræðislegt og sveitastjórnin að hafa allt það að segja hvort að verði reistar vindmyllur eða ekki. Út að ég lít svo á að náttúran sem við búum við þetta land sem að ég sé alltaf hefur gífurleg verðmæti og sérstaklega þegar maður er búin að ferðast mikið heiminn og sé hvað Ísland hefur upp á að bjóða sem er á vissan hátt ótrúlega einstakt, þá finnst mér alveg ótrúlegt að til dæmis að það eigi bara 9 manns í Norðurþingi, nákvæmlega þessi sveitarstjórn sem samþykti að rífa upp mólendi í Saltvík, rétt í Húsavík og þannig að sé þetta græða skó sem er talið að vera miklu verra þegar upp er staðið, þegar kemur að koma í spiltingu. Sem er ekki? Já, í þeim tilgangi og þú veist, og þá er þetta sett í hendurnar á í raun og veru mjög fámennu sveitarstjórnum og það er búið að skrifa þetta, freistni vandan, spillinguna, draumalandið, bókinni Economic Hitmen, þeir tala allir hvernig þessi fyrirtæki starfa. Ég var að kíkja eins og með Dalina að það er talið til með sveitarfélagi geti fengið fastingjöld af þessum áætlum uppbyggingu vindmylla sem eru eitthvað 174 eða 237 milljónir króna og 40 milljónir á tímanum og þetta framkvæmda tímanum og það er samanburðinir gerði við Skeið og Gnúpverjahrepp, þar eru 2 vindmyllur, Háblæs í Þykkvabæ og 2016 þá var þetta 26% af tekjum sveitarfélagsins sem kom frá vindmyllunum. Og og ég held að verði bara að setja þetta líka þá í samhengi við það hefur verið skrifað þegar fyrirstæðandi að sveitarfélög eru svona almennt frekar fjársvelt. Þau eru skítblöng. Og þau eru skítblöng og þegar að þú síðan segir já heyrðu þið fáið vindmylli, þið fáið 25% ef við tekjum koma að fasteignagjöldunum og þá getur ég gert þetta og þá eru þið betur stöndu og svo framvegis og þá er verið að fórna einhverju miklu til og síðan er þetta auðvitað spurning í hvað á rafmagni að fara, til hvað nota
gagnaverin eitt dæmi. Þau eru komið 12% meiri raforkunótkun heldur öll heimili landsins samanlagt. Það hefur orðið 4-földum frá 2017 til 2023 í þeirra raforkunótkun. Það sem við viljum? Þú veist, á að fara að tengja einhverja sæstrengi, þú veist, til og hver fer svo hagnaðurinn. Ég meina á álverinu þá var mikið talað það að þarna yrði atvinnusköpun og jú, vissulega, það er reyndar há starfsmannavelta í þessum álverum, þetta erfiðs vinna, en hins vegar að kemur í ljós að hagnaður, hann fer í að borga einhverja skuldir sem eru bara til á pappirum. Það er ekki gamla þetta hækkun í hafi? Já, sem að þannig að þetta skila sér ekkert nema þá bara í útsvari og einhverjum tekjuskatti. Þannig að sko, ég held það sem að mér finnst, þess vegna finnst mér, út að mér finnst svo mikið, sko, það er mikið verðmæti að ræða og það er fórnarkostnaður af öllu. Og einhver þarf að bera hann og einhvern veginn þarf að dreifa honum og það er einhver sem hagnast og aðrir bera kostnað, jafnvel náttúran. Þá finnst mér að þurfa að fara fram miklu víðtækara samtal og þess vegna var í greininni var ég að benda á það að mér finnst vera lýðræðishalli vegna þess að almenningur í landinu getur ekki kallað til þjóðaratkvæðagreiðslu nema þá að þrýsta á forseta að neita lögum staðfestingar. Það eru í 3 undantekningatilvikum að þá kveður stjórnarskráin það að það sé vegin meirihluti þar sem 2/3 hluti þingmanna verði að ljá einhverju atkvæði sitt svo að verða lögum. Og með þessari stefnu þá er meira að vera undan skilja þingið og láta 5 manna eins og í Skeiðar- og Gnúpverjahreppi, það eru 5 manns í sveitarstjórn, 9 manns í norðu þingi, taka þessar ákvarðanir eitthvað sem að mér finnst vera sameign þjóðarinnar. Og það er bara svona það sem að ég er í raun og veru að benda á, að mér finnst að þurfi að ná víðtækri sátt og til að mynda Landvernd sem í raun og veru samtök sem að beita sér fyrir náttúruvernd. Þegar kemur á úrskurðarnefnd í umhverfis- og auðlindamálum þá hafa þau mikið vægi en eitt er lögfræðileg niðurstaða slíkra nefnda og annað er síðan að breyta lögunum og þarna finnst mér miðað við þannig gífulega áhuga sem á að reisa vindmyllur frá meðal annars erlendu fyrirtækjum og það er ekki búið ákveða hvort að vindmyllurnar eiga bara verið í opinberri eigu eða einkaeigu frá Frakklandi, frá Noregi og fleiri stöðum og allt það sem í gangi þá finnst mér bara eins og sé með þessari stefnu vera auðvelda þeim sem hafa áhuga á þessu að ná sínum markmiðum en ekki verið að huga að hinum sem að vilja þá minnskosti fá áheyrn og taka einhverja sameiginlegar ákvarðanir hvaða svæði fara undir, þú veist, þessi svokallaðu röskuð svæði, þetta er ofta alveg ótrúlega fallið svæði eins og Melrakkasléttan og þarna í Raufarhöfn. Viltu bara fara þangað núna og sjá vindmyllur? Þetta er mjög áhuga. Ég nú að lesa þessa grein fyrir það fyrsta greinlega. Já, hún er skildilesning. Þú verður bara alla helgina? Já, Vísir.is, skoðun, magni. Já. Ég er allavega búinn að fá svona smá forskot. En sko, þetta kemur eiginlega og hittir alveg á svona þetta er eitt af því sem við höfum ekki náð saman. Við vorum að tala vaxtamál náð. Þetta er eitthvað svona samtal sem við náum ekki að leysa. Við náum ekki að leysa hversu fjölmenn var þessi nefnd sem hvaða ráðherra var nú matvælaráð sem átti að reyna að takast á fiskveiðimálunum og skipaði alla á ömmuðri einhverja nefnd sem átti að endurskoða komið til og var það ekki einhver ráðherra, var það Svandís? Já, Svandís, það var bara einhver sturlaða fjöldi. Já, ok. Er einhver niðurstaða þar? Nei. Varandi þetta er sama. Það kemur svona einhvern svona loophole eða einhver svona smugur. Ég meina erlend fyrirtæki, stór fyrirtæki sem að starfa glóbal út allan heim, þau eru sérfræðingar í því að finna svona göt og finna svona veikleika á kerfum. Já. Og hér er ekki einu sinni komið stefn. Nei, og það er alveg rétt og að láta sveitafélög að sjálfsögðu þegar einhver kemur og lítið, ég þekki þetta sjálfur í litlum sveitafélögum þegar einhver aðilar koma og vilja vera með atvinnu skapandi uppbyggingu eða eitthvað, það er gagn að vera Blönduósi til dæmis, bara sem dæmi að sjálfsögðu tók sveitarstjórnin vel í það og er búið að miðla málum og þú veist, að sjálfsögðu og þarna bara komið aftur einhvern veginn að því að við náum ekki, og þetta er með jarðarkaup útlendinga líka, þú veist. Það er annað, já, og það er eitt sem að mér finnst við stundum gleyma svolítið. Það er að horfa á til Færeyja.
og ég veit að þar hafa verið, það er reyndar auðvitað eitt sem færið að ná ekki að leysa er sambandi við Dani og það er alltaf 50-50 það, þæringar er alltaf klofnir hérna í því. En það er þó til dæmis þar búið að reyna að taka á fiskveiðistjórnarmálum. Þar voru sett til dæmis lög sem að takmörkuðu eign erlendra aðila ákveðnu hlutfalli af aflaheimildunum og svo framvegis. Og þetta er einhvern veginn svona þetta er eitt af þessu stóru málum sem við verðum að leysa. Við þurfum að leysa þetta á landsvísu. Við getum ekki látið sveitarfélögin bara sitja með þetta vandamál bara og þetta sé bara þeirra vandamál en enginn horfa á heildarhagsmunina. Eða þeirra hagur. Það verður að horfa á þetta svona heildarsamhengi og svo líka má maður ekki, þú veist, ég skildi svo mikið hann mann sem var náttúrulega með tárin í augunum og þú veist, út að hann hafði alltaf farið í berjamóa og svona. Þetta húsæðumál. Já, vegna þess að ég var að ég fór þarna á svona athöfn sem að sneri að jöklum og þetta er svona jöklaverkefni sem tengist líka þessu minnisvarða sem gerður Ok sem hvarf þarna 2018 og maður hugsar ekki kannski mikið það en það eru jöklar eða allstar, það eru Himalaya nær yfir 8 ríki, þetta er aðalvatnsuppspretta Indlands, Pakistan og allra þessar ríkja, þetta er í Nepal og Afriku og þú veist Nýja-Sjálandi og Ítalíu og Sviss og Íslandi og bara jöklar út allan heim. Og það var fólk frá víðsvegar og það var að fjalla jöklana og þú veist, og fólk myndar auðvitað líka bara tengingu við náttúruna og og alveg svona tilfinningulega alveg eins og við kannski aðra manneskjur og dýr og þvíumlíkt og ég held líka í þessum heimi sem við búum í þar sem að hann er hraður, það er mikið áreiti og það er óbærslega verðmæti í þessari náttúru og eins og segi ég tek bara Melrakkasléttu sem dæmi út, ég þekki til þessa svæðis ég vann þarna í Lundi Öxarfirði rétt á Kópaskeri og maður fór þarna og þú veist, þú getur farið og notið náttúrunnar sem náttúrundi, ferðamaður upplifað eitthvað svona sem er dálítið víðátta og hjara veraldar eða þú getur sett upp vindmyllur og með öllum þeim afleiðingum sem þeir hafi fyrir lífríki og dýraríki og fyrir upplifun fólks að staðnum og vali stendur þetta við erum ekkert á flæðiskeri stödd þegar kemur að orku eiginlega sem meiri spurning í hvað hún fer eins og gagnaverin og við erum með fullt af valmöguleikum þannig ég bara horfa horfa þetta að þeir sem að stýra og leiða þetta sé ekki bara frumkvæði fyrirtækina þau sem koma inn, þau sem gera umhverfismatið, þau sem tala við stjórnmálmennina, þau sem að gera dílana við sveitarstjórnina og svo er þetta komið. Við erum alltaf að bregðast við, við erum alltaf, það dettur alltaf einhverju brunnin og þá fyrir við einhvern veginn að spögla hvernig þetta bjarganum. Það er svolítið vandamál í staðan fyrir að vera að horfa, ef við horfum til lengri tíma og ég veit það til dæmis bara, þú veist, bara þegar orkukreppan skall nú yfir í Evrópu og ég var að hitta fólk, bara millistjætta fólk í Frakklandi sem að hætti við að fara í úttalningsferðir eða seldi bíl eitthvað til þess að bregðast við hækkun og orkuverði. Svo sáum við líka hvað út af árásunni stríðinu milli Rússlands og Úkraínu, hvað gasleiðslan þar skipti máli. Og ef við horfum aðeins fram í tímann og horfum bara stöðu okkar, hvaða verðmæti í stóra samhenginu og horfum til lengri tíma höfum við hérna. Það er þessi umhverfisvæna orka meðal annars og hún verður miklu verðmætari ef hún er verðmætt núna, þá mun hún verða verðmætari þegar framlega stundir. Þessna er þetta náttúrulega það að selja orku til betur fer er það nú ekki eins mikið tekið núna eins og var að selja orku til í stóriðju og þetta sem út að tala varðandi þennan leik sem að við gætum hafa skýrt með lagasetningu að móðurfélög stór ákveði bara hvar hagnaðarstöðin er, hvar borgaralegsta skatta, þar myndar á hagnar og þar greiður. Síðan skuldsetur í móðurfélagi, í dótturfélagi hér og hún greiði ekki hagnað heldur borgar bara vexti af lánu sem móðurfélagi á. Nákvæmlega og veistu það, og það eru önnur ríki sem hafa alveg sett lög til að koma í veg fyrir þetta en á Íslandi hefur það aldrei verið gert og það er alltaf þessi svona linkind gagnvart fólki og fyrirtæki með peninga. Sem að ég skil ekki frumstætt siðvit og líka það eins og til að mynda þú veist orkufrekur iðnaður,
fínt, þú veist, hérna þetta minni mengun út af orkunni sem fer í þetta hér en kannski annar staðar. En það sem þú þarft eins og fáðu rosalega afslátt af orkunni miðað við almenning og það sem ekki verðlagt það sem að í mörgum löndum ekki til staðar. Stjórnmálalegur stöðugleiki, þú veist, að það sé ekki einhver jafnvel átök eða jafnvel stríðsátök í gangi og kannski hætta á að eitthvað sé bara þjóðnýtt eða eitthvað slíkt vegna þess að og að dómstólakerfið og réttakerfið virki og þetta allt verðmæti sem þú getur verðlagt. Þetta og Íslandi, þetta aldrei verðlagt, það alltaf bara boðið hérna og þið fáið afslátt. Það ekki að vera að horfa til þess að hvernig getur verðlagt þessi verðmæti ef að koma upp einhver ágreiningsmáli eitthvað slíkt. Þetta lítur bara að vera alþjóðastjórnmál 101. Já. Basically. Verið því 101 eitthvað á morgun? Já, var ekki Ragnar að tala að hann var með gig þarna í garðinum hjá Ófeigi Gullsmiði klukkan 5 en ég reyndar það eina sem ég hafði haft í huga á morgun, eina sem ég var svona búin að stefna á var einmitt eru tónleikar með Fræflónum í garðinum á Dillon. Og þeir eru víst á sama tíma og giggi á Ragnar þannig að nú fer ég með það erfiða heimaverkefni ákveða á ég að fara að hlusta á Ragnar eða Fræflana á Dillon. Það verður eftir mörgu góð að slægjast. Já, ég var nú aðeins að skanna dagskrána. Mér fannst þessi dagur miklu skemmtilegri hérna í gamla daga út af því að þetta var svona lágstemdara, það var ekki svona stór tónleikar á Arnarhóli og eitthvað svona. Mér fannst það nú skemmtilega en þá einmitt það var svo eftirminnilegt að ég skipulaði einu sinni og fór með systur minni og fórum á Kjalvarstaði og fórum með hamingjugjörning hjá gjörningaklúbbinum og hann var svona þátttökugjörningur og við gengum inn í menningarnóttinu og voru bara svona hamingjusamar og glaðar allt kvöldið en þannig að ég var svona aðeins að skanna dagskrá núna og nú sá ég að á Kjarvalsstöðum verður til dæmis Kjartan Ragnarsson og gjörningaklúbbur sem ég rosa hrifin að sem heitir Lucky 3. Þetta eru 2 stelpur og 1 strákur sem eru af filippískum uppruna sem eru með rosa flotta gjörninga og þau verða þarna þannig að frá klukkan 6 til 9 þetta eitthvað svona sem eitthvað yfir ákveðin tíma og svo sá ég bara svona ýmislegt sem langar að kíkja á það líka sýning á Kjarvalsstöðum ekki sem áhugaverð þarna áttagar held ég einhver samsýning. Já, það? Já, líka. Já, Tumi, hvað heitir hann? Já, akkurat, ég var einmitt búin að heyra því. En já, það alveg fullt á dagskrá. En mér finnst skemmtilegast að velja svona nokkra, kannski 2-3 atburði og svo bara hitta svona víni og fjölskyldu og rölta og reyna að njóta bara svona dálítið stemmingarinnar. Það líka vínir að norðan sem voru komið bæði. Mér finnst þau hafa verið betur inn í dagskrána heldur en ég. Það 2 vínahjörn í bænum að norðan sem eru hérna. Þannig ætlum að reyna ekki að þá kannski alltaf þau kannski vita þau meir dagskrána heldur en ég. Og ferð þú svo norður þegar Akureyringar halda sína menningar? Já, það nú reyndar held ég, hún er að næstu helgi. Það ekki alltaf helgin á eftir? Ég reyndar held nú að þá eigum við Magnea 40 ára gagnfræðinga. Ég reyndar útskrifaður nú ekki úr gagganum reyndar en við vorum saman í barnaskóla. Já, við vorum saman í barnaskóla frá því við vorum 6 til 12 ára. Voruð við vinnir? Heyrðu, veistu það, við vorum í svo skemmtilegum bekk að við skrifum þegar við förum svo í gagnfræðaskóla þá dreifast allir í mismunandi bekki. Við skrifum skjal undir svona bænaskjal þar sem við óskuðum eftir að fá að vera saman í áfram í bekknum. Við vildum ekki skilja stað. Þetta var mjög þetta var mjög góðu bekkur. Svo fórum við Magnea líka hafa nú talandi svona menning án áhrif. Ég man ekki betur en að við höfum farið saman 12 ára gömul og tónleika með upptakarsmönnum í Möðruvallakjallara. Sem breyttu lífi mínu. Ég man eftir þessum tónleikum. Heyrðu, þeir voru svakar. 13 ára með rútu til að fá á Melarokk með vinkonum minni, Helgu Gunni. Ég fekk það ekki, ég fór ekki á Melarokk. Ég og Helga Gunni vinkonum, við fengum leyfi, ég man við byggum hjá ömmuna sem bjó á Bjarnaborg og fórum á Melarokk og sáum einmitt Burpilnik og þetta breytti lífi manns. Og Fræflana, Það búið að vera frábært að fá ykkur hér að Rauðaborðinu. Kæra þakki fyrir að taka þátt í vikuskammtinum eins og við köllum þetta. Já, takk fyrir boðið. Þennan föstudag og góða helgi til ykkur. Góða helgi sem leið. Hvetjum við ekki fólk til að kynna sér dagskrána og drífa sig eitthvað í menningunum? Heldur betur. En sem sagt fyrir hlustendur og áhorfendur þá eru hér Heiðar Ingi Svansson og Magnea Marinósdóttir
sem hafa verið gestir og Ragnar Þór var hér líka hjá VR. En þættinum að ljúka. Ég minni á það að í fyrramálið ræðir Gunnar Smári Egilsson við Þorleif Örn Arnarsson, leikstjóra. Hann kallar það Helgi spjall, hann Smári. Og þessi viðtöl hans eru ansi merkileg. Ég held að lengsta viðtal sem hann hefur sýnt á laugardagsmorgninum hér sé alltaf 4 klukkustundir. Ég veit ekki hve langt viðtalið í fyrramálið verður. En svo það Synir Egils á sunnudaginn og við höldum svo áfram með rauðaborðið í næstu viku. En Pétri Fjellsteð þakka ég líka snöfurmannlega tæknistjórn við útsendingu þessa þáttar. Og þakka ykkur hlustendum og áhorfendum fyrir að hafa verið með okkur. Verið sæl.